Hér ætlum við að sýna hvernig maður nota spjallið og heldur veffundi á TwinSpace. Nú til að komast á TwinSpace förum við inn á edvinning.net, skráum okkur þar inn með okkar aðgangsorðum og förum inn á Edvinning Live sem er þessi félagsvefur þetta skólasamfélag Edvinning þar sem hver kennar er með sitt eigið svæði. Nú við förum til Projects, þar sem að verkefnin sem ég tek þátt í eru og ég ætla inn í verkefni sem heitir Nordic Literature og til að komast inn á TwinSpace, samstarfsvæði smelli á TwinSpace hér undir. Nú þá er ég komin inn og til þess að komast í spjallið og veffundina þá fer ég hérna undir Live. Smelli þar á. Við skulum byrja á því að skoða spjallið. Smellum við hér á Go to Chatroom og við erum komin inn á spjallið hér og til sjáum að þetta er svona einfalt spjallborð. Maður slær inn og póstar og það kemur hérna. Hér eru þeir sem er að taka þátt og ég er bara með þetta hér í sýnikenslu og það er bara ég sem er þarna inni. En það gæti til þess alveg verið liður í Edvinning verkefni að vera með spjalltíma þar sem að nemendur eru að spjalla við erlenda samstarfsnemendur sína og auðvitað þurfa kennara náttúrulega að fylgjast með og stýra þeim tímum. Nú það er hægt að hlaða niður spjallinu hér eftir á, allt upp í 3 mánuði aftur í tíman og keyra það út og vista það og geyma. Nú við ætlum þá að skoða veffundina. Þeir eru sömuleiðis hér undir Live og það er hérna Live Event eða lifandi fundur og við gerum Create a Live Event eða búa til fund og við gefum fundunum eitthvað titil, hittingur og hérna samstarfskennarar hittast, eitthvað lýsandi fyrir fundin. Það eru hérna, verða hér 2-10 á fundinum. Við ætlum að hafa hann í 1 klukkutíma og við ætlum að hafa fundin núna í dag og þegar við erum búin að velja dagsning og þá leitum við hérna að lausum fundartímum og við ætlum að velja hérna frá 19 til 20 og athugið að þetta er Evróputími, Central European Time. Þannig á veturna eins og núna að þá er klukkutímamunur, þannig að þetta er þá klukkan 6 að íslenskum tíma en á sumrin er 2 tímamunur og þá verður það 5. Nú þá smellum við á Save til að vista og þá er fundurinn okkar hérna tilbúinn og klukkan 6 að íslenskum tíma, vetratíma getur hann semsagt farið í gang. Nú þegar klukkan slær 6 þá getur við semsagt farið inn í herbergið Enter Room og það getur verið að þið þurfa að smella hérna Live til þess að svona hlaða síðun hérna inn til þess að takki birtist og þá smellið þið hér á Enter Room og við dettum þá inn í semsagt Adobe Connect fundarherbyggi en það er það kerfi sem Edvinning notar fyrir þessa fundi. Nú þið sjáuð að ég er hér sem host eða svo sem að boðar fundin og það eru strax hér ákveðnir takkar fyrir mig. Ég get slökkt og kveikt á hljóði og ég get kveikt á mikrofóninu mínum hérna og þá sjáuð að komið svo hljóðbylgjur hér og það kveiknar á mikrofóni hér við hliðin á mér. Ég get líka kveikt á hérna vefmyndavél og þá birtist ég hér til að deila myndinni með öðrum, smelli ég á Start Sharing og þá geta aðrir þegar þeir mæta á fundin séð þetta. Nú ef að hérna það eru vandræði með bandvít eða netaðgang þá mælum við með því að sleppa vefmyndavélinni því að hún tekur töluverða bandvít. Nú við skulum þá aðeins skoða þetta hvernig þetta er hjá öðrum þáttakendum. Nú er ég komin inn sem Sigríður Vala kollegi minn og til að mæta fundin fer hún einfaldlega hérna í Live. Þá sér hún fundin hér og hún smellir á Enter Room og þá dettur hún inn á fundarherbergið. Og þá er Sigríður komin inn og þið sjáu þannig hér
Hún sér Guðmundur sem að heldur fundinn og hún sér hann hérna á vefmyndavélinni. En þið sjáuð að Sigríður getur aðeins slökkt og kveikt á hljóðinu, sem það sem hún heyrir. Og hún getur líka aðeins rétt upp hönd ef hún vill láta heyri í sér. En hún hins vegar getur ekki talað. Og hún getur slegið hér inn skilaboð á spjallborð og þá sést það hér. En Guðmundur hins vegar sem host eða svo sem heldur fundinn verður að gefa henni réttindi hérna til að tala og vera með myndavél. Þannig að við skulum kíkja aftur inn hjá Guðmundi. Þá erum við komin inn í fundarherbergi hjá Guðmundi og til þess að gefa Sigríði rétt til að tala, þá fer hann hér í Audio og Microphone Rights for Participants. Og þá sjáum við að það kemur hérna mikrofón hér við hliðin á nafni Sigríðar. Nú, hann getur einnig gefið henni rétt til að sýna sig á vefmyndavélinni og það Enable Webcam for Participants. Og við skulum núna sjá hvernig umhorfs hjá Sigríði. Þá sjáum við að þessi íkon eru komin hér hjá henni og til að tengja mikrofónin smellur hún einfallega hér á og þá sjáum við bylgjurnar hér og þær koma líka hér. Nú til að slökkva á mikrofóninum þá smellur hún einfallega á hana aftur og þá hérna hann óvirk. Og við mælum með því að þegar það eru margir á sama fundinum að fólk slökkvi á mikrofónum þegar það ekki að tala, því það getur valdið hljóðvandræðum. Nú Sigríður getur líka kveikt á vefmyndavélinni hér, sem ég ætla ekki að gera núna, en Guðmundur verður að gefa henni þessi réttindi. Við skulum aðeins líta aftur inn hjá honum. Hér erum við komin inn hjá Guðmundi aftur. Og þá hérna í lokin vekjum við athygli á því að það er hægt að deila skjánum hérna. Þannig ef að þú ert með kynningu eða eitthvað efnið sem þú vilt sýna, þá getur þú gert það hér. Nú, það er einnig hægt að taka fundinn upp og senda þá slóð til þeirra sem hafi ekki getað mætt á fundinn og þegar fundurinn er búinn þá smellur maður einfallega hér á End Meeting. Og samþykkir það. Nú þetta var í stuttu máli hvernig spjall og veffundir virka á TwinSpace. Gangi ykkur vel.